komið sæl. Verið hjartalega velkomin í þetta Borgarleikhús streymi. Við höldum áfram að flytja ykkur list þó að áhorfendum ekki komin í leikhúsið. Og núna ætlum við að flytja fyrir ykkur 2 leikrit sem að urðu hlutskörpust í leikritasamkeppni sem var haldin hér í vetur undir yfirskriftinni Krakkar skrifa. Það er að segja, krakkar sendu inn handrit og það bárust alveg fjöldinn allur af handritum. Og það voru valin hérna 2 leikrit sem við ætlum núna að leiklesa fyrir ykkur. Og já, við byrjum á leikriti sem heitir Töfraperlan. Borgarleikhús streymið flytur Töfraperluna, leikrit eftir Óla Kaldal og Magdalenu Andradóttur. Persónur og leikendur. Mamma, Katla Margrét Þorgeirsdóttir. Pabbi, Björn Stefánsson. Sunna, Vala Kristín Eiríksdóttir. Kári, Haraldur Ari Stefánsson. Eva, Þórunn Arna Kristjánsdóttir. Elímar, Arnar Dan Kristjánsson. Pálína Prinsessuprump, Katla Margrét Þorgeirsdóttir. Kitti Klaufafótur, Björn Stefánsson. Skussa Skessa, Arnar Dan Kristjánsson. Slanga, Björn Stefánsson. Palli Svangi Kóngur, Björn Stefánsson. Millana drottning, Katla Margrét Þorgeirsdóttir. Valdimar, Arnar Dan Kristjánsson. Það fallegur sumardagur. Fjölskyldan í lautarferð í Öskjuhlíð. Finnst ykkur veðrið ekki yndislegt? Já, það ekkert land í heiminum betra en Ísland á svona fallegu sumardegi. Vá, hvað er langt síðan ég hef komið í Öskjuhlíðina? Getum við farið í Perluna og keypt ís? Kannski á eftir, Kári minn, við erum með fullt af nesti með okkur núna. Og ég vona að við sjáum einhverja kanínur. En mamma, hvað er þetta? Þetta eru stríðsminjar úr seinni heimsstyrjöldinni. Þá voru hermenn hér sem byggðu alls konar virki og leynigöng. Leynigöng? Hvert fara þessi leynigöng? Já, það veit enginn. Sum eru falin og hafa aldrei fundist. Jæja, krakkar, nú erum við mamma að setjast hérna og ætlum að setjast niður og slappa aðeins af í sólinni og þið með bara að fara að leika ykkur. Farið nú í könnunarleiðangur. Já, en farið varlega. Komiði. Heyrðu, Hvert eru að fara? Býtu, eigum við að fara í tréð eða? Nei, ég ætla að fara hérna og tína nokkuð blóm. Ég ætla að gefa mömmu blóm. Ok. Mjög eftir mér. Hvað, er allt í lagi? Já. Fóturinn minn bara festist í einhverju. Hvað er þetta? Býtu, ég ætla að rífa frá þessar plöntur. Ég held þetta séu göng. Eigum að láta mömmu og pappa vita. Nei, þau vilja ekki að við séum endalaust að trufla þau. Kíkjum inn í þau. Hója! Kári, þú mátt ekki fara svona illa með gróðurinn. Hættu þessu. Þú mátt ekkert sparka þessi tré. Hója! Rýrega! Eva, far þú á undan því þú ert svo lítil. Já. Aðeins leika. Býtu. Af hverju ertu að stoppa? Ég kemst ekki lengra. Það er bara veggur. Ertu alveg viss? Já. Þessi göng hljóta leið okkur eitthvert. Já, alveg viss. Ég er að verða hrædd. Við skulum koma okkur tilbaka. Á sama tíma er Kári búinn að sparka svo mikið í tréð að börkurinn er farin að flagna af og allt í einu kemur í ljós handfang. Hann tekur ekki eftir því og sparkar aftur og aftur. En leið og hann sparkar, dettur handfanginn niður og þá opnast veggur í göngunum og stelpurnar hrynja niður gatið. Kári heyrir þær öskra. Hann hleypur að göngunum og skríður inn og hann hrynur beint á eftir þeim niður gatið. Nei! Þau lenda beint ofan á skringilegu faratæki sem brotnar þegar þau hlunkast niður. Það þyrlast upp svakalegt reykský. Börnin hósta og hósta þegar þau reyna að standa upp. Í kringum faratækið standa 3 álfar. Hver þrömillinn gengur á hérna?
Þið eru búin að skemma flugbílinn okkar. Kunnið þið enga mannasiði? Fyrirgefðu, þetta var óvart. Hvar erum við? Æ, já, sælveriði, ég er Kitty Klaufaprins og þetta er systir mín, Pálína prinsessu Prump. Já, og þetta er Elímar Duft, yfirvísindamaður hinnar konunglegu Perluhallar. Þið eruð búin að eyðileggja flugbílinn sem ég smíðaði til að komast á topp Perlunnar. Já, Valdimar vondi er búinn að hertaka Perluhöllina og handtaka mömmu okkur og pappa. En við Kitty náðum að flýja því ég hleyp svo hratt með prumpukraftinu mínum. Sjáu þið bara. Já, við náðum að flýja en nú komumst við aldrei aftur heim. Fyrirgefðu, en okkur langar líka bara að komast heim til mömmu okkur og pappa. Vitið þið hvernig við komumst aftur heim? Það er bara ein leið úr Álfaöskju og í mannheima aftur. Hún er í gegnum skelina í Perlunni, en ég veit ekki hvernig þið ættu að komast þangað því Valdimar vondi er búinn að setja vaktmenn við alla innganga og þið brutuð flugbílinn. Við þurfum bara að koma flugbílnum aftur í lag. Hvernig ætlið þið að gera það? Þið brutuð 3 aðalhlutina. Gulltankurinn rifnaði, svo silfurmjólkin lag út og þá er ekkert eldsneyti sem getur knúið bleika orkukristallinn sem skiptir svo sem ekki máli því hann er mölbrotinn. Og hvar finnum við þessa hluti? Það tók mig mörg ár að safna þessum hlutum. Og þið haldið að þið getið bara komið hingað og rædda þessu. Við verðum allavega að reyna. Gott og vel. Þið þurfið að fylgja norðurljósastígnum sem liggur umhverfis öskjuhlíðina. Allir hlutirnir sem ykkur vantar muni verða á vegi ykkar. En aðeins ef þið takið vel eftir. Þessi stígur endar aftur hérna hjá okkur. Ef ykkur tekst að komast lífs af, þá munum við sjá ykkur aftur hér. Já, og þetta verður afar stór hættulegt. Já. Ég er ekki viss að við getum þetta. Ég vil ekki fara. Ekki ég heldur, en við verðum að fara. Þetta er eini möguleikin okkar. Komiði, það er tími fyrir systkinapepp. Matjúle! Matjúle, hvað þýðir það eiginlega? Það er leyndarmál. Systkinin taka höndum saman og ganga af stað eftir norðurljósastignum. Æ, stelpur, ég þarf að pissa. Ok, það er ekkert klósett hérna. Þú verður bara að pissa bak við tré. Ég pissa bara inn í hennan helli. Hei, stelpur, komiði! Nei, ertu eitthvað klikkaður? Heldur okkur langi til að sjá þig pissa? Nei, en það er hellir hérna og þið verðið að sjá þetta. Vá, sjáu þið alla þessa marglituðu kristalla. Stelpur, þetta er svona bleikur kristall. Komum, náum honum. Leið og Kári stígur inn í hellinn, losna 6 kristallar úr loftinu og eru einhvers konar leðurblökust grímsli og fljúga í áttina til hans. Kári stekkur til hliðar með háu bardagaröskri. Hója! Og tekur hátækan tóspörk í leðurblakunar eina af annarri. Góra! Hann er búinn að fæla öll skrímslin í burtu. Þá fer hann að ná bleika kristallinum, en hann nær honum ekki, hann er of hátt uppi. Kári kallar í stelpurnar. Hann nær í stein og reynir að kasta honum þannig að hann hitti fyrir ofan kristallin. Stelpurnar standa undir kristallinum og eru tilbúnir að grípa. Í 3. tilraun tekst honum að losa kristallinn og stelpurnar grípa. Yes! Yes! Okkur tókst þetta! Ég viss að við gætum þetta. Nú erum við komin með bleika kristallinn. Krakkarnir fara út úr hellinum og aftur upp á norðurljósastiginn. Hvað vantar okkur það núna? Okkur vantar nýjan gulltank og silfurmjólk sem eldsneyti. Börnin koma að krossgötum. Öðrum megin er skilti sem ástendur Skýrdalsfell og hinum megin er skilti sem ástendur Dökkdalsfell. Hvorum megin eigum við nú að fara? Stundum við talaði skýragull. Kannski er gull á Skýrdalsfelli. Allt í lagi, prófum að fara þangað. Krakkarnir koma að stóru fjalli
og á toppi fjallsins hamar úr skýra gulli. Þau ganga upp á fjallið. Hamarinn snar brattur. Krakkarnir skoða hann í bak og fyrir, en finna enga leið upp. Það kaðall hérna. Ég kann að klifra upp svona langan kaðall. Ég alltaf að gera það á fimleikaæfingum. Vá, Kári! Sunna, það eru gulltankar í bunkum hérna upp á. Nú erum við búin að ná í 2 hluta af 3. Okkur vantar bara silfurmjólkina. Snillingar, systkina bæ. Krakkarnir halda ferð sinni áfram. Stelpur, ég svo svangur. Ég líka. Ég verð að fá eitthvað að borða. Hættið að væla, við þurfum að halda áfram. Get ekki meira. Ég hætt. Já, ég líka. Okkur tekst aldrei að finna þessa silfurmjólk. Mér langar svo að knúsa mömmu og pappa. Við megum ekki gefast upp, krakkar. Við verðum að hugsa. Okkur hlýtur að detta eitthvað í hug. Allt í einu byrjar hóllinn undir þeim að hreyfast. Það kemur í ljós að þetta alls engin hóll, heldur stórt tröll, skussa skeggmikla. Þau höfðu setið á bakinu á tröllinu. Krakkarnir verða svo hrædd að þau hlaupa öskrandi áfram og tröllið eftir þau. Krakkarnir eru hraðari en tröllið. Tröllið horfið úr augsýn. Allt í einu birtast krúttlegir, pínulitlir búálfar. Sjáu þið, krakkar, kanínu. Æ, hvað eru við sætar? Æ, við langar að klappa. Ái! Hann beit mig. Ó, shit, mér líka. Búálfarnir eru ekki svo mikil krútt lengur, heldur líkari rottum og þau ráðast á börnin. Nei, ekki. Farið ekki í burtu. Farið. Takk fyrir að bjarga okkur. Já, fyrirgefðu við hlupum í burtu að náðan. Við heldum að þú væri vondur. Vond, Ha, ertu vondur? vond. Tröll eru vond. Tröllið ætlar að borða okkur. Nei. Ég ætla ekki að borða ykkur. Ég ekki vondur því ég ekki tröllkall. Ég tröllskessa. Góð tröllskessa. En af hverju ertu með svona mikið skegg þá? Þegiðu, Kári, kannski hún trans? Ó, fyrirgefðu. Takk. Takk, litla vinkona. Já, það rétt. Sumar kerlingar eru bara með skegg. Það ekki allt í lagi? Jú, auðvitað. Mér finnst þú með flott skegg. Ég heiti Skussa skeggmikla og ég gat nú ekki látið búálfana éta ykkur. Nó nei, þið voruð svo varnarlaus þarna áðan. Já, við erum sko mannabörn og við erum týnd. Já. Eina vonin okkar til að komast heim er að finna silfurmjólk og við veitum ekkert hvernig við eigum að finna hana. Ég skal nú segja þér nokkuð, litla vinkona. Ég veit allt silfurmjólkina, því það hún múkolla mín, kýrin mín sem gerir silfurmjólk. Vá, í alvöru. Megum við fá svo litla silfurmjólk hjá ykkur? Já, ef þið gerið mér einn greiða fyrst. Hvað þurfum við að gera? Sko, ég misti rakvélarna mína ofan í slönguhóluna og ég næ henni ekki því slangan svo eitruð og bítur mig ef ég reyna að koma nálægt henni. Mér datt í hug, því þið eru svo lítil en klár, að þið gætu hjálpað mér að ná rakvélinni. Skussa lappar með börnin í áttina að slönguhólunni. Leið og þið fara of nálagt, þeytist slangan út og bítur í áttina að þeim. Heyrðu, þetta allt of hættulegt. Við getum ekkert farið ofan í þessa hólu fyrir þig. Jú, býtu, Kári, ég með hugmynd. Ég með blokkflautuna mína. Ég spila fallegt lag fyrir slönguna og kannski tekst mér að dáleiða hana. Kári, þú stendur vörð og Eva, þú skýst ofan í hóluna og sækir rakvélina. Já. Er þetta að virka? Já.
Henni finnst þetta æðislegt lag, halda áfram. Ég skýst. Fljót, verður fljót. Já. Þetta hérna! Hérna, þetta tókst. Hér er þetta. Hér. Vel gert. Yes! Jæja, krakkar. Hérna sjáu þið hana múkollu mína. Komið með fötu og ég skal ljá ykkur svolitla silfurmjólk fyrir ykkur. Krakkarnir fá silfurmjólk. Þau ganga svo af stað og loksins eru þau komin aftur á upphafsstaðinn þar sem Elímar, Pálína prinsessuprump og Kiddi eru. Sjáu þið bara. Við erum búin að finna allt sem við þurftum að finna. Meistaraverkið er tilbúið. Kiddi, Pálína, já, nú megið þið setjast borð í bílinn okkar, töfrabílinn. Já. En hvað með okkur? Við þurfum líka að komast. Það nú eiginlega ekki pláss fyrir ykkur. Jú, við tróðumst bara, þetta verður allt í lagi. Þið getur komið hérna undir stólinn minn. Krakkarnir skríða til fóta hjá Kidda og Pálínu, en leið og þau eru komin á sinn stað prumpar Pálína beint á höfuðið á þeim. Jæja, Pálína, sparaðu nú aðeins orkuna. Þú þarft að ræsa bílinn með valnu prumpi. Gangi ykkur vel, kæru vinir. Glerkúlan á flugbílnum lokast. Nei, þau læst okkur inni. Komast ekkert út. Þið eru pikkföst í þessum bíl. Hleyptu okkur út. Jæja, bæ. Nei. Heimsku góða skemmtun út í geim. Heimsku krakkar. Nú losna ég við prinsinn og prinsessuna og fer og stýri ríkinu með honum Valdimar bróður mínum. Elímar og Valdimar til valda! Blast! Við megum ekki láta hennar bíl hreyta okkur út í geim. Við verðum að stökkva út þegar við erum beint fyrir ofan perluhöllina. Hvað eigum við að gera við meiðum okkur þegar við lendum? Sko, svefnherbergið hjá mömmu og pappa er einmitt undir toppnum á perlunni. Þau hafa alltaf þakgluggann opinn á daginn, þannig að við verðum bara að lenda í rúminu. En krakkar, við erum læst inn í bílnum, við getum ekkert hoppað út. Heyrðu, Pálína. Já. Heldur þú geti freta svona vondri lykt að rúðurnar springa? Ég skal reyna. Já, gerðu það. Já. Nei, Meira. Koma svo, Pálína. Já. Þú getur þetta. Stóð. Nú kom það mesta hvellprump sem nokkur tíma hafði heyrst og allar rúðurnar á bílnum sprunguð. Vá, vel gert, Pálína! Jæja, nú skulum við hoppa. 1, 2 og hoppa! Þau fljúga öll smástund í loftinu og lenda svo mjúklega á risastóru hjónarúmi álfa kóngsins og drottningarinnar. Þegar þau hafa áttað sig á því, þá sjá þau gömlu konungshjónin sitja saman bundin á stól. Elsku mamma og pappi, ég er svo glöð að sjá ykkur. Elsku börn, við vissum að þið myndu bjarga okkur. Hvaða læti eru þetta? Valdimar vondi! Valdimar vondi sér Pálínu og Kidda hjá konungshjónunum og ætlar að ráðast að þeim. En systkinin 3 voru ennþá bak við rúm og hann sá þau ekki. Þau stökkva upp og nota reipið til að veiða hann í gildru. Toga svo af honum duftpokan sem hann er með í bandi og hella duftinu yfir hann. Valdimar sofnar. Allir hjálpast við að binda. Elsku mannabörn, hvernig getum við launað ykkur fyrir alla hjálpina? Já. Ég er mjög glöð að allt er orðið gott hjá ykkur aftur, en... Hvernig komumst við heim? Ef þið farið hér í gegn,
þá komist þið aftur til mannheima. Þau labba að perlumóður skél sem glansar í miðjunni. Svona, ég ætla að gefa ykkur konunglega perlu. Þið eruð alltaf velkomin aftur hingað í Álfaöskju. Ef þið sýnið þessa perlu, þá verður ykkur fyllt beinustu leið aftur hingað í höllin okkar. Ég vona að við fáum einhver tíman að sjá ykkur aftur. Börnin ganga í gegnum skélina og þau lenda aftur í mannheimum upp í Öskjuhlíð. Mamma! Mamma, pabbi! Hæ, krakkar, við erum bara hér. Vá, rosalega eru þið búin að vera duglega að leika ykkur, ha? Það fer að verða að koma með kvöldmatartíma og allt. Herru, þið eru örugglega orðin þreytt. Voruð þið í einhverju spennandi leik? Matjúle! Takk fyrir. Fyrirgefðu. Ég er svo stressaður. Nú verður flutt leikritið Ótti eftir Rannveigu Lovísu Guðmundsdóttur og Valentínu Rún Ágústsdóttur. Persónur og leikendur. Svartidauði, Björn Stefánsson. Svartidauði klæðist svörtum fötum, leðurjakka og svörtum sólglerugum. Alvarlegur. Snulla, Arnar Dan. Snulla er með franskan hreim. Snulla er maður. Jana, Katla Margrét. Jana er heimilislaus, horuð, með mikið og úfið hár, ung og skítug. Jana prinsessa, Þórunn Arna. Jana prinsessa er köttur Snullu. Mjó, skítug, grár Maine Coon köttur. Ríkharður, Haraldur Ari. Ríkharður er fáránlega ríkur maður, er alltaf í jakkafötum. Besti vinur Snullu og hjálpar honum mikið. Ótti. Svartidauði fær símtal frá Snullu. Síminn. Halló? Babdin eru tilbúin. Flott. Og hvað á ég að sækja þau? Hittu mig í húsasundinu við yfirgefna sjúkrahúsið í úthverfinu og engin vopn. Ok. Jana er stödd í borginni. Það eru svo margir hérna. Ég vil bara finna einhvern rólegan stað til að sofa á. Hún labbar alla leið að yfirgefna sjúkrahúsinu og kemur sér þar fyrir. Hvað er anskotanum er hann? Hann á að vera löngu kominninga með nýju vopnin mín. Leyniskyttur koma í ljós úr brotnum gluggunum og byrja að skjóta menn svartadauða. Nei, nei, nei! Af hverju? Af hverju? Af hverju sveikstu mig? Hvað er langt síðan þú hjálpaði mér? Ha? Þú ert orðin naumur og þú ert ekki mennend hreim. Snulla skýtur hann í hausinn, labbar í burtu og í leiðinni setur hann bleiku Barbie sólglerugun sín á sig. Jana hleypur af stað. Snulla tekur niður glerugun og bendir tveim af mönnum sínum að ná Jönu og fara með hana til Snullu. Hver ertu? Og hvað viltu mér? Ég heiti Snulla. Af hverju ert þú að hlæja? Hvers konar nafn er það? Hvað meinar þú? Snulla? Hver ertu
eiginlega? Ég besti mafíuforingi í heimi. Menn Snúllu hlæja í bakgrunni. Já, sá allra besti. Sko, hvað sagði ég þeir dýrka mér? Hvað það? Já, ég sé svo sannarlega að þú, já. Já, hvað? Æ, ekkert, en ég verði eiginlega að fara, sko. Ég bara, bye! Eftir hverju að bíða? Já. Náið henni! Já, skal gert, herra. Menn Snúllu hlaupa af stað, en Jana komin með forskot. Jana smeygir sér á milli tveggja gáma og felur sig. Hún heyrir hratt fótatak nálægt gámunum og heyrir rödd. Ég veit þú ert þarna, Jana. Komdu, kissi. Komdu, kissi. Komdu, elsku prinsessan mín. Pabbi með mat handa þér, kissi. Jana heyrir mjálm. Skítugur köttur kemur og leggst við hliðin á henni með hálfdauða mús í munninum. Hún hvæsir þegar Jana reynir að klappa henni. Snúlla ýtir ruslagámanum til hliðar og finnur Jönu í krúfi. Þú! Hvað hefur þú gert við greið, Jönu? Þessi ógeðslegi köttur kom bara... Hvernig þú að kalla ógeðslega? Elsku prinsessan mín, hvað gerði hún sér? Reið með, ég skal sjá hún fór í refsingu. En ég gerði ekkert, ég bara... Ég sver, ég gerði... Sibbit! Ég vil ekki heyra orð frá sínum munni þangað til að þú fær sína refsingu. Hver heldur þú eiginlega að þú sérð? Ég veit að þú gerðir litlu prinsessunni minni eitthvað og þú munt ekki komast upp með það. Snúlla lappar af stað í átt að gömlu húsi þar sem menn hans eru að bíða eftir honum. Hún gerði eitthvað við greið, Jönu prinsessu. Ó nei! Hvað gerði litla svínið? Vá, takk. Þetta snýst ekki þig, froskhausinn þinn. Snúlla hendir Jönu á gólfið. Var þetta vond? Já, eiginlega. Gott. Enginn gerir elsku Jönu minni eitthvað og kemst svo upp með það. Ég vil fá að vita hvað þú gerðir við hana. Ekkert! Bull og vitleysa! Hún hefði ekki hvast ef þú gerðir ekkert. Ég reyndi bara að klappa henni. Ja, svo þú staðfestir það. Hvað meinar þú? Þú staðfestir að þú reyndir að myrða Jönu prinsessu. Þú heldur að ég hefði reynd að drepa saklausan kött? Já, það held ég. Hvernig óskopunum getur þú haldið að ég myndi reyna að myrða saklausan kött? Ég reyndi bara að klappa henni. En í alvöru? Í alvöru, já. Þú þarft að láta hann í bað. Hvernig? Dervistu? Rottu hausinn þinn? Já, dullan mín. Ég veit það. Pabbi veit aldrei. Hverju talar þú svona við litlu skítuga loðboltan? Það er ekki eins og hann elski þig tilbaka. Snúlla dregur upp byssu og setur upp við hausinn hennar. Hvað sagðir þú? Ég sagði ekkert. Snúlla setur byssuna niður. Eins gott. Setjið hann í bílinn. Við förum heim. Nei, ég... Skal gert. Þú kemur með og ekki orð það meir. 2 menn taka hendur hennar og setja hana inn í risavaxinn bleikan Barbie-bíl. Þeir keyra af stað. Þau keyra upp að risastóru húsi í lítilli borg sem varið með hátæknigræjum og risavaxnir veggir í kringum húsið og allt morandi í eftirlitsmyndavélum. Takið stelpuna og fylgið mér. Já, herra. Þau ganga inn í risastórt herbergi með alls konar kattadóti.
Svona, elsku brútið minn. Heima best. Takið hana upp á háalofti. Já, skal gert, stjóri. Nei, hætti þið, sleppiði mér! Þegiðu þokkskaus. Þegar þau loksins komu upp á háaloft, henda þeir henni harkalega í gólfið svo hún lendir kylliflöt. Ái! Mennirnir fara út og læsa dyrunum á eftir sér. Nokkrum klukkustundum seinna. Snúlla kemur inn með nokkrar brauðskorpur á disk. Maður. Mætti ég fá vatn með þessu? Oui, auðvitað. Snúlla spýtir á Jönu. Jana verður brjáluð og hoppar á hann, rífur í hárið á honum, lemur og sparkar þar til hann hnígur niður. Og Jana hleypur að hurðinni en það næsta sem hún veit að Snúlla rífur í hárið á henni og kippir henni tilbaka. Snúlla tekur upp byssu og miðar á hana. Á sama tíma kemur Jana prinsessa inn með gervimús í munninum og stekkur beint fyrir framann Snúllu svo hann skýtur í öxlin á henni. Pang! Snúlla tekur strax utan Jönu prinsessu og grætur. Nei, hvað hefur þú gert? Perðu hausinn þinn? Ég? Það varst þú sem skaust! Þetta aldrei þér að kenna. Í fyrsta lagi, hvernig? Í öðru lagi þá lærði ég dýralæknisfræði og ég get hjálpað henni en ég ætla ekki að gera það nema að þú leyfir mér að fara. Já, ég ger ekki hvað sem er. Jana tekur Jönu prinsessu og setur hann á borð. Hún í skæri, þráð og eldhúspappír. Það skjótast þræðir og blóðugir eldhúspappírar út allt. Eftir stutta stund stígur Jana til hliðar frá borðinu og þá Jana prinsessa með fallegar umbúðir á öxlinni. Ó, prinsessa mín, fyrirgefðu. Pabbi ætlaði ekki að meina litlu dúlluna sína. Ég vil fá að fara núna. Býtu, ég með svolítið sem ég þarf að sýna þér. Já, fínt, en vertu fljótur. Já, fylgdu mér, kattarhaus. Býtu hér. Snúlla lemur hana með stórum silfurlituðum bakka. Allt verður svart og tjöldin eru dregin fyrir. Og nú verður gert hlé. Nú hlé lokið. Við höldum áfram. Jana vaknar í stórum ruslagám í borginni. Hvað gerðist? Hvernig komst ég eiginlega hingað? Lyktin hérna óbærileg. Ríkur maður í jakkafötum kemur upp að henni. Sæl, ég Ríkarður. Ég sé að þú ert óhrein, svo ég vildi bjóða þér að fara í sturtu. Hvað veistur það? Ég get kannski bara farið í tjörnina eða eitthvað. Nei, ég krefst þess. Nei, það algjör óþarfi. Nei, í alvöru. Komdu með mér núna. Ríkarður dregur byssu upp úr vasanum og dregur hana með sér að bílnum. Jana verðist vera hrædd. Ríkarður setur hana inn í risastóran pappírsbíl þar sem 2 menn sitja fram í og 2 aðrir aftur í. Menninir standa upp og labba af stað með pappírsbílinn og allt fólkið í kring starir á þau. Maðurinn í bílstjórasætinu byrjar að gera bílahljóð með munninum. Þau stoppa fyrir utan hús Snúllu og fara inn. Já, Rikki. Sæll maður,
Ég kom með stelpuna sem hún sendið með mynd af, en ég verð að segja að hún allt of skítug fyrir minn smekk. Já, ég hendi henni eiginlega í ruslagámi. En þú, veist. Ó, ég vissi ekki að þú væri þannig gaur. Nei. Hún öðruvísi. Nú, hvernig þá? Ja, hún sko... Hún reyndir að drepa greiðjunum mína. Ha? Hvernig? Ég veit ekki. En hún reyndi samt að drepa hana. Hvað, trúir þú mér ekki? Jú, auðvitað, snúlla-dúlla. Eins gott. En hún vil ekki viðurkenna morðárásina. En heldur ekki að hún gæti bara verið að segja sannleikann? Heldur þú að ég sé að segja sannleikann? Já, það gæti alveg verið. Farðu! Ég treysti þér ekki lengur! Æ, ég látt ekki svona. Og hverju trúir þú mér ekki? Ég trúi þér alveg. Við verðum bara að hafa sönnunagögn svo við getum kært hana. Sönnunagögn? Af hverju heldur hún hafi drepið köttu þinn? Reyndu. Reynt að drepa hann? Hana. Ok, hana. Hún sagði mér það. Og játaði stelpan? Nei, af hverju? Varstu ekki að segja það? Nei, ég sagði það aldrei. Hvað varstu þá að segja? Ég sagði það aldrei. Nei, hitt. Að hún sagði mér það. Já, hver? Jana prinsessa, auðvitað. Góður. Sjáðu nú til. Jana prinsessa köttur. Oui, ég ekki blindur. Já, það gott. En ertu búin að vera að fá sjónhverfingar eða eitthvað slíkt? Heyrðu, ég pantaði engan tíma hjá lækni. Þú ert ekki að ímynda þér að Jana geti dansað og sungið eða eitthvað? Ég veit ekki hvað þú ert að tala. Svo var ekki allt í lagi? Jú, það ekkert að mér. Og líka með Jönu prinsessu? Ég er glöð að þú sagðir það því að ég... Þegiðu, flugna hausa! Já, ég ætli það ekki. Og hverju með það þakka? Þegiðu! Það fínt. Þá var ekkert vandamál lengur. Ætli ég fari ekki að koma mér þá að... En hvað með skýta hlakkinn? Ég þakka? Ég segi að þú drepir hana. Ok. Snúlla setur upp bleiku Barbie sólglerugun. Svo dregur Snúlla upp byssu úr vasanum, miðar á Jönu og leið og hann skýtur slökkvast ljósin og tjöldin eru dregin fyrir. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is like creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Takk fyrir okkur, bless. Bless, bless.